Bjarni, velkomin. Þú heldur haldið til hlés síðustu daga en ert hingað komin til að segja söguna eins og hún blasir við þér og þjóðinni. Hvaða klúður var þetta hjá þér? Kanntu ekki á tölvu? Jú, sko, það trúi þessu nú enginn, en ég kann alveg ágætlega á tölvu, hef unnið á tölvu mjög lengi en viltu svona tæknilegu útskýringuna? Stuttu útgáfuna, já. Sko, ég var auðvitað raunverulega að hugsa að gera þetta sem að verði mér þarna falli. Og til þess að svona létta aðstofamanninum vinnuna, að þá ákvað ég að kalla fram í skjalinu netföng allra fjölmiðla. Það svona möguleiki í því inn á þessu kerfi sem við þingmenn erum inn á. Og ég slæði þessan inn í svokallaðan CC-reit í tölvuskeitinu, orðið fjölmiðlar, og ætla síðan að klippa það þar út og setja það niður í skjalið. En staðið fyrir að klippa það út, copy-cut eins og það heitir í tölvumálinu, þá afrita ég það bara og skil þetta eftir inn í þessu hólfi og þar með fer þetta stað. Og þegar þú fattar þetta þá sagðir hvað, úps? Ármann segir að hafi komið löng þögn í símann þegar sagði mér þetta. Því að það sem gerist næst í þessu það svona 2-3 mínútur seinna, þá hringi ég í Ármann og hugsa, nei, þetta nú. Og það svona hugsaði, þetta nú fyrir bara, ég kannski aðeins að skoða þetta betur. Og ég ætla mér svona að ræða það við hann að bara, sko, við hann að býða með þetta og fer líka að hugsa, ég hef nú ekki borið þetta undir kallanata fyrir norðan, hvort ég megi gera þetta. Ármann þinn aðstoðarmaður? Já. Og við erum að tala bréf sem 2 skagfirðingar skrifa þar sem þeir gagnrýna Valgerði. Já, ég með hérna. Og þeir senda þetta bréf sem sagt á allan þingflokkin, jafnframt því að senda það á hana. Það svo sem engin fyrirmæli neitt trúnaði því, en þetta einhver síður bara afrit af bréfi sem milli þessara manna á Valgerðina. Þetta hef ég ekkert leyfi til að dreifa því, sko, nema með þeirra leyfi þá. En Bjarni, tölum bara reynd út, þetta var skítatrykk hjá þér. Þú varst að reyna að koma á höggi á Valgerði áðeins að það væri hægt að rekja þetta til þín. Já, þetta var mjög ómerkilegt. Ertu svona ómerkilegur? Nei, ég vil nú vona að það sé ekki og ég tel nú, sko, ég átti mjög erfitt með í rauninni að kyngja því eftir á. Ég hefði gert þetta svona og hefði verið að hugsa þetta svona. Þetta heitir skítlegt eðlilega ekki? Ég ætli það ekki. Hefurðu gert þetta oft áður? Nei, ég hef ekki gert þetta áður. Á ég að trúa því? Þú verður að ráða því, hvernig þú trúir sér. En er þetta almennt stundað í pólitík? Já, þetta nú því miður eitthvað á þessum nótum og svona, beinlíni svona gerðir. Nefndum með dæmi? Já, dæmin nú alveg fjölmörg bara og þessari viku höfum við nú dæmi, að þessum allra síðustu dögum höfum við nú dæmi meira að segja leka sko sambærilega þessu af ríkisstjórnarfund. Þar sem meira að segja afrit af símtali milli fjármálaráðherra tveggja landa fer, þar sem að afrita minnispunktum sendiherra í utanríkisþjónustu Noregs fer út. En tölum þessa og við höfum því miður sko dæmi þetta líka úr starfi flokkana. Já, tölum svona tölvurýtinga ef svo má segja. Hversu algengir þeir og frá hverju með þeir að koma til dæmis? Það nú ekki mitt að svara því alveg hversu algengi þeir eru, en ég hygg nú að allir blaðamenn, ég var nú sjálfur lengst á starfað í blaðamennsku og því miður sé þetta allt og algengt þar og ég hef gagnrýnt þetta, ég hef talið þetta stjórnmálunum mjög til vansa og ég hef talið þeim mjög til vansa að trúnaður á fundum til dæmis innan flokkana eins og inn hjá okkar flokki haldi ekki. Þannig að það kapp sem hleypur í mig þarna að sjá þarna einhvern bréf og hugsa með mér já, nú get ég. Það eiginlega það sem kemur, sko. Og það nú til gömul og góð saga austan úr minni sýslu af einum mesta rummungsþjóf okkar Árnesinga, Gottsvini gamla í Steinsholti, sem var 19. aldamaður, sem að satt gamall og örvasan í sjóbúð í Þorlákshöfn og þá kemur ungur drengur austan á Rangárþingi til hans og með þýfi og alveg í vandræðum, ekki manni nú hvað það var sem var með, eitthvað smá þýfi var hann með, eins og fátækir menn voru að stela þá til matar og annars og það áfæri að gera þjófarleitt. Og þá sagði Gotti þessa sko fleygu setningu. Þeir eiga ekki að stela sem ekki kunnað fela og það sannaðist nú svolítið vel á mér þarna. En Bjarni, hefurðu sjálfur lent í sambærilegu dæmi þar sem menn reyna að reka rýtingin í baki á þér? Með þessum hætti sem þú beitti sjálfur? Já, ég hef það. Nefndu mér það? Það var, sem sagt, voru bréfaskipti í tölvupósti milli þingmanna
sem gengu á síðasta vetri, þar sem ég sendi bréf sem ég merkti algjörlega í trúnaði og þar sem ég var að ræða meðal annars Evrópu stefnu og afstöðu varaformannsins í þeim efnum og gagnrýndi í rauninni mjög hvernig að málum væri staðið. Þetta var heillangt og mikið bréf og það var tekin heil síða undir að birta það í DFF. Og hver gerði það? DFF birti það, en sko þá kemur náttúrulega að þessu sem við þekkjum sem blaðamenn. Það náttúrulega fær aldrei neitt að vita hver lét blaðamanninn fá. Við þekkjum það úr okkar starfi. Við látum aldrei vita hver lekur upplýsingum. En veistu hver lekur þessu? Nei, ég veit ekkert hver lag þessu, en ég veit að náttúrulega sá sem gerði það var allavega ekki mér hagstæður. Því að bæði var formálun sem var skrifaður í kringum þetta og eins bara yfir höfuð, sko efni bréfsins var þannig. Og hliðin sko sem var þetta að draga upp með þessu bréfi var þannig að það kom sér mjög illa fyrir mig. Maður þarf stundum að eiga hreinskiptin samskipti innan flokks og ég hef kannski einmitt viljað geta mér orði í stjórnmálum fyrir hreinskiptni en ekki fyrir bakrýtinga og þess vegna tók ég mjög hart á sjálfum mér og bara mjög sáttur við sjálfa mig núna. Ég náði að fyrirgefa sjálfur mér þetta með þessu móti. Ég þurfti rauninni fyrst og fremst að fyrirgefa sjálfur mér og mínum eigin vinnubrögðum og ég þurfti náttúrulega að gera hreint fyrir dyrum gagnvart mínum kjósendum og gagnvart þessum tveimur mönnum í Skagafirði. En bréfið sjálf það sko var þess eðlis að það hefði svo sem alltaf farið til fjölmiðla fyrir þess vegna. En viltu nafngreina einhverju innan þíns flokks sem hafa til dæmis bara verið að reka rýtingarna í þig? Nei, ég get það ekki. Þeir hafa verið miklu lagnari menn en ég. Þeir falla undir regluna skottagamla. Þeir eru ekki svona miklu klöfar. Er þér, Bjarni, vegna þessa bréfs mjög illa við Valgerði Sverrisdóttur? Nei, mér er mjög hlýtt til Valgerðar og mér hefur þótt virkilega vænt þau kynni sem ég hef haft af henni. Einhvern veginn trúi ég þessu nú ekki? Þetta er satt. Við Valgerður höfum unnið í vissum málum þar sem við erum sammála, þar höfum við unnið mjög vel saman og við erum sammála í ýmsum málum. Það er aftur í ákveðnu grundvallaratriði sem við erum ósammála og ég tel þetta grundvallaratriði snerta í rauninni hagsmuni sem ná langt út yfir það, út yfir sko farsæld framsóknarflokksins eða farsæld einstakra þingmanna. Þetta er mál sem snertir farsæld íslenska lýðveldisins. Þetta snertir það hvort að íslenska lýðveldi lifir. Það er sá háskalegi misskilningur meðal margra stjórnmálamanna, ég vil kalla það hreinlega misskilning, að Íslandi sé betur borgið að afsala sér fullveldi sínu heldur hann að halda því. Og ég tel þetta mjög alvarlegt og ég tel þetta í rauninni þessa skoðun, hún gangi gegn sko öllum þeim grunngildum sem að við ólust upp við, sem okkur var kennt að trúa á og sem hafa algjörlega staðist tímans tönn. Muntu kjósa og styðja Valgerði Sverrisdóttur sem formann flokksins ef svo ber undir? Nei, það mun ég nú ekki gera. Vegna þessa skoðana ágreinings okkar sem ég var að tala um hérna. En ef hún verður næsti formann flokksins, myndu segja þú flokknum? Já, ég myndi nú skoða það mjög alvarlega hvað ég myndi gera ef að þannig færi hún yrði formaður flokksins. Ég tel þetta nú afar sko mikil svona tilgátu fræði. En ég get alveg sagt það að ef að Framsóknarflokkurinn við skulum frekar taka þetta út frá skoðun. Ég held að ég ekki ræði þetta út frá persónu. Ef að Framsóknarflokkurinn fer að afrita stefnu samfylkingarnar í Evrópumálum. Sem hann er að gera, hann er byrjar á því. Það hefur raun ekkert verið ákveðið með það. Málunum var vísað til flokksþings og þar á eftir að þar verður tekist á þetta. Það er engin vafi í mínum. Það getur vel verið að við hinni þjóðhóllu lútum þar í lægra haldi. En ef framferð sem horfir, ertu að segja mér að Framsóknarflokkurinn eigi einfaldlega að ganga inn í samfylkinguna? Já. Ég held að það sé, ég held að sko, að það sé það rökrétta að gera. Ég held að sé ekkert mjög mikið bil milli þessara flokka nema í þessu máli. Þetta eru hvortveggja svona hófsamir miðjuflokkar, mjög farsælir í mörgum af sínum stefnumálum og bara margt mjög ágætir í stefnu sinni, báðir tveir. En það hefur verið þessi grundvalla munur á okkur Framsóknarmönnum og svo krötunum að við höfum trúað á gildi fullveldisins. Við höfum trúað á þær hugsjónir
sem það grundvallað á. Og ef við ætlum að bakka með það, þá skulum við hafa það í huga. Samfylkingin samsteypa úr flokkum og Framsóknarflokkurinn þannig myndi alveg rúmast þar inni. Þannig að þú ert að segja mér að ef Evrópusambandsaðild verður samþykkt á flokksþinginu í janúar, þá ætti Framsóknarflokkurinn að gangi í Samfylkinguna. Já, þetta er mjög rökrétt. Þá væri líka komin þarna mjög sterkur, þá væri ég held að sömuleyti ég sammála til Birningar Hrafnssyni sem hefur verið andstæðingur minn í þessum efnum, en hann hefur haldið því fram á fundum að flokkakerfið eigi að taka mið af Evrópumálunum. Ég er svolítið sammála því. Ég hef eftir haft á skoðun og hef reyndið haldið því fram nokkuð lengi að Sjálfstæðisflokkurinn muni snúa sér í þessu máli og það er núna að koma fram. Og þá væri eðlilegt að Framsóknarflokkurinn væri þetta borgarlega mótvægi, vegna þess að það verður svolítið þykkt fyrir marga þjóðlega borgarlega þenkjandi menn að kjósa sósíalistaflokk. Með allri virðingu fyrir vinnum mínum í Vinstri grænum. Er Framsóknarflokkurinn að verða ónýtur flokkur? Nei, það er ég ekkert vissum. Það ræðst af þessu. Það ræðst nákvæmlega niðurstöðun í þessu máli. En Framsóknarflokkurinn auðvitað eins og allir flokkar sem að bíða jafn mikið afhróð í kosningum. Og ég held reyndar að það fylgistap sem flokkurinn hefur orðið fyrir núna undanförnum árum sé fyrst og fremst vegna þessa máls. Formaðurinn er ekki að fiska og hann sagður hafa orðið undir á miðstjórnarfundinum. Er hann búinn að vera? Ég er ekkert sammála þeirra formaðurinn sé ekki að fiska. Mér langar að setja svona upp. Hvað hefði gerst ef að, Evrópusinnarinn flokksins, það hafi verið að gagnrýna Guðni Ágústsson mjög lengi. Ef að hann hefði núna, fyrir þennan miðstjórnarfund, eða einhver tíman, eða myndi gera, og skiptir ekki máli, myndi segja af sér formennsku, og Valgerður Sverrisdóttir taka við. Ég er eins og hræddur og svo ég sé bara alveg hreinskilið með það, að þá myndi fylgi flokksins rapa úr þeim 10% sem það er núna, niður í mjög lága einstafstölu. Ég held að fylgi fyrir Framsóknarflokkinn sé fyrst og fremst fylgi við formannin, og við skulum ekki gera lítið úr því að flokkur sem á 10% fylgi, það er bara í okkar vestræna kosningakerfi bara alveg fullgildur flokkur. Hann er auðvitað ekki eins stór eins og Framsóknarflokkur var í gamla daga. Einu sinni hafði hann 50% fylgi. Alltaf því. Tvær spurningar í lokin. Bjarni Harðarson, er ekki einsýnt að ef framferði sem horfir í Evrópumálum Framsóknarflokksins þú gangir í Vinstri græna hreyfinguna? Eins og ég sagði við áðan, það er svolítið þykkt fyrir mig. Ég var kommunisti sem barn. Ég hef skömm á kenningum kommunisma. En hefur íhugað þetta? Nei. Hvað ætlar að fara að gera? Ég er bóksali. Svo er ég nú að vinna, er ég í stjórn Heimssýnar, sem er samtök okkar sjálfstæðissinna í Evrópumálum, og hefur þar aðeins tekið aðeins svona aukastörf. Og síðan mundi ég nú eftir því þegar ég var að ganga frá þessari afsagnarbeiðni að ég átti hálfkarða bók í tölvunni minni sem ég var svona að vinna að í janúar og febrúar ganni mínu með pislum og greinum eftir sjálfa mig og hef nú verið að snara því upp núna helgina, þannig að ég er nú kannski svolítið þreytulegu núna þú fyrirgefur því að ég hef lagt nótt og dag núna við því að það er náttúrulega þessi framorðið með af jólavertíðina en ég rekna með að skila henni í prentun núna á morgun. Muntu bjóða þig aftur fram til þings? Það er ég ekki vissum. Ekki? Það er ég ekki vissum. Nei. Mér finnst, svo ég sé alveg hreinskilinn við þig, þetta hljómar nú svolítið eins og sá sem segir að vínberin séu súr, en það voru þá bara að hafa það. Ég vil alltaf bara segja hlutin eins og mér finnst þeir vera. Mér finnst skemmtilegra að vera bóksali heldur en alþingismaður. Segir Bjarni Harðarson, bestu þakkir, gaman að hafa þig, gangið vel í nýju starfi.